Njörður P. Njarðvík, við höfum dvalið dálítið við þessa skýrslu hér í síðustu þáttum. Þetta er mikið grundvallarrit, þessi skýrsla í umfjöllunum, íslenskt þjóðfélag og svona þennan grunn sem við byggjum á hér. Það má nú segja. Sko, þú hefur núna í vikunni skrifað 2 greinar í blöð, Fréttablaðið, þar sem þú ert að draga svona lærdóm af þessu og kannski ég byrja aðeins á fyrri greininni og þar ertu að tala nauðsyn þess að þeir sem að koma þarna mestu sögu, þeir hverfa af vettvangi. Já, mér langar nú eiginlega þess að svara þér á líkingamáli. Já. Sko, langleitur alkohólisti, hann hefur lifað lengi í sjálfsblekkingu. Svo kemur maður og segir honum hreinskilnislega umbúðalaust hvernig staðans er. Þá getur tvennt gerst. Annars segir hann, jú, þetta var nú dálítið slæmt, en ég get nú alveg náð tökum á þess að ég passa mig vel og drekka ekki nema 1 eða 2 rauðvínsglös og aldrei nema 3. Og mér heyrist svolítið að stjórnmálamenn sé að velja þessa leið. Já. En hin leiðin er auðvitað að taka lífsitt til gagngerðar endurskoðunar. Þá þurfa menn að hætta að umganga sína gömlu drykkjufélaga og marka sér alveg nýja braut. Aha. Ég held að þjóðin sé ennþá í hálfgerðu áfalli eftir þessa skýrslu. Ég veit ekki hvort að hún er búin að gera upp við sig í raun og veru hvað hún getur gert. Nei. Ég get náttúrulega ekki rekið stjórnmálamenn og ekki þú heldur. Nei. Og eiginlega ekki þjóðin nema þá með einhverjum sérstökum aðferðum. En ég held að það sé ljóst, en fyrir mér er það minnst ljóst að stjórnmálamenn hafa brugðist. Já. Bæði ríkisstjórnir og þingmenn og ég leyfi mig nú að segja forsetann líka. Já. Og hvað eigum við þá að gera? Eigum við að láta eins og ekkert sé? Þess vegna finnst mér að við verðum bókstaflega að efna til stjórnlagaþings og semja nýja stjórnarskrá fyrir nýtt lýðveldi. Við byrjum upp á nýtt frá grunni. Já. Þetta er nú hugmyndi sem þú hefur talað fyrir, þú varst hér í þætti hjá mér. Fyrir rúmu ári, já. Fyrir 15 mánuðum að tala fyrir þessu og þú bendir þar á fordæmi Frakka sem að stofnuðu ný lýðveldi. Stofnuðu 5. lýðveldi, já. Þegar stjórnmálamenn voru búin að koma franska lýðveldin í þrot. Já. Þá fóru menn, vísu var þetta nú svona dálítið hannað fyrir Charles de Gaulle. Já. En þjóðin kom til hans. Eða stjórnmálmennir og báða hann að koma. Hann bæði ekki það sjálfur. Nei. Og þetta er lýðveldi sem þeir eru ennþá með og stendur ennþá. En sko, hvernig eigum að fara að þessu? Já, samkvæmt okkar lögum og samkvæmt okkar stjórnarskrá þá eru það þessir þingmenn sem eiga að koma með frumvarp með stjórnlagaþing. Já. En mér heyrist nú að það sé nú ekki mikil áhuga því. Nei. Frumvarpið skilst mér að sé tilbúið. Já. Og upphaflega átti að kjósa til stjórnlagaþings með sveitarstjórnarkosningum núna í maí. Já. Svo var því frestað. Já. Og hvar er þetta frumvarp? Já. Við vitum það ekki. Það er engin raunverulegur áhugi innan stjórnmálaflokkana á þessum máli. Það verður ekki vart við það. Ég held að vilji fá hina leiðina, þessa sem þeir segja sjálfur, gæta sín svolítið betur en það þarf enga raunverulega byltingu sem ég held að þurfi. En það er náttúrulega til svo leið, það var nú einn ágætur maður sem bendi mér á það, sem sagði, á hverju takið þið ykkur ekki bara til, nokkru góðir menn og semjið stjórnarskrá og leggja hana fyrir þjóðina á rafrænan hátt. Það er til nokkuð sem heitir geti kallað sjálfsbrottið stjórnlagaþing. Það er það. En það er nú held ég ekki mjög góð leið. Nei, en sko þú telur að það sé algjör nauðsyn að hreinsa hérna til. Já, ég tel það. Og sko, ef eitthvað er farið í rúst, horfum bara hérna austur undir Eyjafjörð. Hvað gera menn? Með hreinsa til og byrja upp aftur. Já. Við höfum orðið fyrir þvílíku öskufalli í íslensku stjórnsýslu. Skýrslan segir að það er allt ónýtt.
stjórnsýslan, embættiskerfið, þetta allt ónýtt. Og við vitum af hverju þetta er sprottið af flokksklíkum. Og við þar þurfum við að losna. Já. En þversögnin svo að til þess að fá nýtt stjórnlagaþing, þá þurfa þeir sem ekki vilja það að standa fyrir því. Já. Og hvað á þjóðin að gera þá? Sko ég held að sko nú skýrslan komin út og þegar við töluðum saman hérna í fyrra, sko þá hafi nú kannski hugsanlega tímið þessar hugmyndir ekki verið alveg komin og fólk hefur kannski þótt þetta dálítið djarft. En ég er að velta hvort að þetta sé sko hvort að þetta sé nái saman núna hugsanlega tíminu og hugmyndin. Því get ég auðvitað ekki svarað. Ég vona það. Já. Ertu til í að taka virkan þátt í svona starfi? Já. En ég nú ekki að træna sjálfur mér fram. Nei. Engin ástæða til þess. En ef þess óskast, þá myndi ég ekki skorast undan því. Njörður. Svo náttúrulega spurningin, hvað gerist, sko, eins og við vorum að tala stjórnmálamenn eru að segja af sér, en þeir eru að gera eiginlega eins lítið og þeir geta hverju sinni, sko. Þeir eru ekki að segja, þeir hafa ekki sagt af sér. Þeir hafa tekið sér leyfi. Já. Það er ekki að segja af sér. Tímabundið leyfi. Já, það er ekki að segja af sér. Það er ennþá það sem kemur fram í skýrslunni. Enginn axlar ábyrgð. Nei. Erum við ábyrgðarlaus þjóð? Já, þá spyrja því. Takk fyrir að koma í þáttinn, Njörður. Þetta er búið hjá okkur í dag, við erum hérna aftur að vikuliðinni.